Sigmundur Davíð, þið haldið áfram að bæta við ykkur og þú myndir örugglega óska þess að þið yrði kosið á morgun svo þetta myndir nú ekki takast. En hver eru þín? Við höldum áfram að bæta við ykkur frá kosningu. Já. En það auðvitað ómögulegt að segja það. Þetta mun sveiflast einhvað. En það sem ánægjulegt við þetta að það sýnir að mjög margt fólk sammála okkur þá forgangsröðun sem nauðsynleg eftir kosningarnar. Og það sýnir líka að mjög margt fólk sammála okkur það hægt að breyta hlutunum mjög hratt til eins betra. Og það mikilvægt vegna þess að þetta verður ekkert auðvelt eftir kosningarnar, menn munu þurfa að vinna allir saman að því að byggja hér upp, en mjög margir trúa á það með því að taka réttar ákvarðanir og fylgja þeim eftir að festu, þá sé hægt að breyta hlutunum mjög hratt til eins betra, svo það mjög gott veganest í kosningarnar og framhaldið. Kjör heimilina, skuldamál heimilina það sem að brennur á fólki og leiðrétting á skuldum heimilin og hver eigi að borga fyrir þá leiðréttingu. Sigmundur Davíð, ætlum við byrjum ekki á þér. Þið hafi verið gagnrýndir fyrir það framsóknarmenn að vera með kosningaloforð sem sé ekki innistæða fyrir. Það að segja að þið ætla að leiðrétta skuldir heimilana og það sé ekki til fyrir því. Viðbrögð þín, byrjum á því. Já, það kemur sér reyndar vel þegar að viðbröðin eru þessi að vera komið reynsla að því vegna þess að þetta eru nákvæmlega sömu viðbröð og við sáum strax í byrjun árs 2009 þegar við lögðum fyrst til að í þetta yrði ráðist og fórum þá reyndar út í það að sýna útfærðar leiðir það hvernig væri hægt að framkvæma þetta. Í millitíðinni held ég að flestir hafi viðurkennt að þetta hafi verið framkvæmanlegt á sínum tíma og menn hefðu betur farið þá leið. En á þeim tíma voru viðbrögðin nákvæmlega þau sömu og núna. Þetta var sagt óábyrgt, það var stöðugt fullyrt að ríkið ætti að bera allan kostnað, enda þótt það kæmi skýrt fram í tillögunum þá eins og núna að þetta væri ekki kostnaður sem að myndi lenda á ríkinu, heldur þvert á móti, það væri mikilvægt fyrir ríkið líka að koma þeirri til móts við heimilin og þau gerði í stakk búin til að vera þáttakendur í efnahagslífinu. Svoleiðis að kostnaðurinn, þau rök, að ríkið hafi ekki ráð á þessu, ekki aðeins eru þau röng, heldur þvert á móti, þetta mikilvægt fyrir ríkið líka að koma verið til móts við heimilin. Það var spurningin framkvæmdina. Og við sáum að þetta var hægt á sínum tíma, áður en að bönkunum var skipt upp, svo voru þetta gerð alveg gífurleg mistök við uppskiptun á bönkunum og ég ger ekki ráð fyrir að þú gefur mér tíma til þess að fara í gegnum það hérna. En spurningin sem stendur eftir, hægt að gera þetta þrátt fyrir að bönkunum hafi verið skipt upp, þrátt fyrir að þetta sé orðið flóknara en það var. Og svarið við því já, vegna þess að kröfurnar á bankana eru enn til staðar og ekki bara eru til staðar ennþá. Þær eru búin að skipta hendur að langmestu leyti. 80-90% af þessum kröfum eru núna ekki lengur hjá þeim sem að töpuðu á því að lána gríðarlegt fjármagn til Íslands. Þær eru hjá vogunarsjóðum, svokölluðum hrægammasjóðum, sem hafa hagnast gríðarlega á því að kaupa upp þessar kröfur og gerðu það vitandi að þeir kæmist aldrei með allt þetta fjármagn út aftur vegna þess að þeir voru að kaupa kröfur og gjaldþrota fyrirtæki í landi sem væri í gjaldeyrishöftum. Þess vegna hefur alltaf verið talað um að þyrfti að fara í nauðungarsamninga við kröfuhafana. Það beinlínis talað það frá upphafi að það þurfi að semja við þá með hvaða hættir fara út. Og nú heyrist mér allir, ég hugsa allir hérna fulltrúar flokkana séu komin inn á það að þeir þurfa að fara út með verulegum afslætti. Þeir þurfa að gefa verulega eftir. Og þá stendur eftir spurningin hvernig á að nota þennan afslátt og ekki rétt að hann sé notaður að minnsta kosti meðal annars til þess að koma til móts við heimilin sem að fram að þessu hafi verið látið bera hitan og þungan af efnahagshruni. En ekki munurinn á þér og hinum framboðunum sá að þú ert að lofa því að taka einhverja peninga sem ekki í hendi til þess að greiða niður skuldir fólks? Er það ekki staðreyndin? Eins og ég var að segja við áðan, þá held ég þori ekki að fullyrða það, en mér hefur heyrst að fulltrúar allra þessara flokka og reyndar seðlabankastjórinn líka séu komin inn á það að það þurfi veruleg eftirgjöf. Verulega afskrift áður en hægt að hleypa þessum kröfuhöfum vogunarsjóðunum út með hluta af fjármagninu og aflétta gjaldeyrishöftunum. Og þá stendur bara eftir spurningin hvernig á að nota þetta svigrúm sem þarna verður til og við hljótum að geta verið sammála það að heimilin sem að hafa fram á þessu verið látið bera þetta fullum þunga. Njóti góðs af því. Síðan varandi að þetta sé á einhvern hátt óábyrgt, ég svaraði hérna reyndar hérna áðan, þannig að þar spörum við tíma. Formaður Sjálfstæðisflokksins reyndar heldur því fram að þetta sé fugl í skógi, þannig að það sé ekki á þetta treysta. Vandamál bara að þessi fugl Það þannig, þú talar sjálfur að þetta séu samningar. Já, þetta eru samningar, en vandamál að fuglinn hrægamur og við þurfum að grípa hann áður en hann fer í hreiðrin. Og ef við gerum það eins og ég hef nefnt hérna bæði þessum þættu áður, við höfum öll tækin til þess, ef við gerum það, þá þetta svigrúm til staðar. Og þá ekki eðlilegt að nýta til að koma til móts við heimilin vegna þess að jafnvel þó menn ætlaðu að nýta það í aðra hluti
sem að væri á vissan hátt óeðlilegt vegna þess að það eru heimilin sem að stóð undir þessu. Jafnvel þó menn ætlaði að nýta það í aðra hluti eins og að byrja á því að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Ja, hverjir mun á endanum borga niður skuldir ríkissjóðs? Það eru heimilin. Og ef að heimilin ekki aðstöðu til þess að vera virkir þátttakendur í efnahagslífinu, þá fer hér ekki af stað sú verðmætasköpun sem nauðsynleg til þess að standa straum af skuldum. Sigmundur Davíð, þið Framsóknarmenn, þið teljið ykkur vera búin að finna peninga uppsprettu sem þið ætlaði að nota til þess að færa niður skuldir heimilanna. Er ekki miklu skynsamlegra að nota hana, ef hægt er, til þess að færa niður skuldir ríkissjóðs? Sem betur fer hefur nú umræðan þetta þróast á þann veg að menn eru þó farnir að ræða þetta, hvernig eigi að nýta þetta svigrúm en ekki ræða hvort að svigrúmið sé yfir höfuð til. Ég hafði nú skýran fyrirvara á því, ef hægt er. Nei, ég að segja hvernig umræðan hefur þróast, ég ekki að vísa í það hvernig þú orðaði spurninguna. Umræðan hefur þróast þennan veg vegna þess að það liggur alveg ljóst fyrir að þetta til staðar og það þarf að skapa þetta svigrúm til þess að hægt sé að afnema höftin og koma á eðlilegu ástandi í íslensku efnahagslífi. En hvort skynsamlegra að nota þetta til þess að borga niður skuldir heimila eða skuldir ríkissjóðs? Í fyrsta lagi verðum að líta til þess hvaða fjármagn þarna að ræða. Það að ræða fjármagn, afganginn af því sem að... Þetta er sko einföld spurning, hvort skynsamlegra? Þetta er nefnilega ekki einföld spurning, það þarf að útskýra hana, það þarf að rökstyðja og ef þú vilt á svar þá verður lögum að gera það. Það þarf að líta til þess hvernig þetta fjármagn var til. Það orðið til meðal annars vegna þess að neyðarlögunum var beitt til þess að verja hér eignir, að koma til móts við eignarhliðina þar. Það ekki enn búið að klára það dæmi með því að huga skuldarhliðinni. Svoleiðis að skuldsett heimili hafa borið kostnaðinn af efnahagshruninu af fullum þunga. Þegar kemur þó að því að gera upp þessi þrotabú, sem í rauninni ekki eiginleg þrotabú, það ekki búið að setja gömlu bankana í þrot, þegar kemur að því að gera þetta upp, þá hljótu við að líta svo á að þessi heimili eigi forgangskröfu í það. En það líka efnahagslega æskilegt, vegna þess að hverjir munu borga þessar skuldir ríkisins. Það eru íslensk heimili. Íslensk heimili verða þess að vera í stakk búin til þess að vera þáttakendur í efnahagslífinu, til þess að við getum byggt hér upp það efnahagslíf sem að þarf að vera til staðar til að við getum framleitt verðmætin sem við þurfum til þess að gera Ísland að sjálfbæru landi efnahagslega. Það eru líka íslensk heimili sem borga vextina af skuldum ríkissjóðs. Hvort skynsamlegra að nota þessa peninga til þess að borga niður skuldir heimilanna eða ríkissjóðs? Við verðum að byrja á heimilunum. Heimilin eru grunnur allsins, en hafði líka í huga að þessi umræða losun haftana samhliða því að vogunarsjóðirnir geti dregið hluta fjármagni sínu héðan út, snýst það að þeir komist þá úr landi með það magn af gjaldeyri sem hægt að heimila að renna úr landinu. Hér verða eftir íslenskar eignir, fyrst og fremst. Og þessar íslensku eignir duga ekki til þess að borga erlendar skuldir ríkisins. En gleyma þessu nefnilega oft að aðalvandamálið það að Ísland skuldar allt of mikið í erlendri mynt. Og það leysum við ekki öðruvísin en með því að framleiða meiri verðmæti, sérstaklega útflutningsverðmæti, spara gjaldeyri líka, en til þess að við getum framleitt meira, þá verður efnahagskerfið að virka og efnahagskerfið lands virkar ekki ef að heimilin virka ekki. Þetta hafa nokkrir kunnir Nóbelsverðlauna hagfræðingar verið að útskýra á undanförnum árum og hefur komið inn í umræðana hér heima sem betur fer. Sigmundur Davíð, sömu spurningu færð þú og líka hafið þið tveir ekki talað saman? Þessi mál? Stjórnarmyndun, nei. Við viljum mynda ríkisstjórn með þeim sem að vilja nýta með okkur þau einstöku tækifæri sem Ísland stendur frammi fyrir. Bæði til verðmætasköpunar, til þess að geta staðið undir velferðinni, það þarf að byggja aftur upp heilbrigðiskerfið til dæmis, en líka þeim sem vilja vinna með okkur til að nýta einstakt tækifæri sem kemur ekki aftur, til að rétta hlut heimilanna sem að hafa ekkert fengið í sinn hlut. Neyðarlögin voru upphafið, þau vörðu eignir, en það hefur ekkert verið gert fyrir þá sem að þau lögðu eignir sínar til dæmis í það að kaupa fasteign eða áttu engar eignir, bara skuldir. Það er eðlilegt framhald af neyðarlögunum að koma til móts við það fólk. Tækifærið til þess til staðar núna, menn greinir ekki lengur á það, heyrist mér, að tækifærið til staðar, menn greinir á hvernig að nýta þetta tækifæri. Við viljum vinna með þeim sem að vilja nýta það með okkur í uppbyggingu samfélagsins og stór hluta því að koma til móts við þessi skuldir. Getið þið farið í ríkisstjórn sem að ekki með það bara skýrum stöfum í stjórnarsáttmála að þessi leið sem að þið hafi talað fyrir alla kosningabaráttuna verði farið? Auðvitað getum við ekki farið í ríkisstjórn sem ætlar ekki að nýta þetta einstaka tækifæri til að koma til móts við heimilin. Heimilin sem ekkert hefur verið gert fyrir til þessa í mörgum tilvikum, þá sem að höfðu sér skynsamlega áttu einhver eigið fyrir eigsinni. Núna þegar verður að gera upp þrotabú þessa fjármálakerfis
og það skapast tækifæri loksins til að koma til móts við þetta fólk, þá verður að nýta það. En það gagnast öllum, það gagnast samfélaginu öllum. Hvað segir við þá kjósendur, sumum finnst kannski Framsókn fýsilegri kostur ef þú ætlar að vinna til vinstri, heldur en ef þú ætlar að vinna til hægri. Af hverju getur ekki bara svaraði skýrt hvað þú vilt gera eftir kosningar? Ég get svarað, það alveg hægt að stilla þannig að kjósendur eiga rétt að við vita. Já, það mjög einfalt svar við þessari spurningu. Ef að menn vilja að stefna okkar nái fram að ganga og vilja nýta þessi tækifæri sem að gagnast samfélaginu öllu, þá kjósa þær okkur. Til að styrkja samningsstöðu okkar svo við getum náðs fram. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Við ætlum að tryggja réttlæti fyrir heimilin á Íslandi, réttlæti fyrir heimilin sem hafa beðið eftir aðstoð í 4,5 ár, en líka fyrir leigjendur, líka fyrir þá sem hafa beðið eftir úrlausn myntkörfulána heimilin og fyrirtækin. Það er komið að því að heimilin í landinu fá að njóta réttlætis og það gagnast samfélaginu öllu vegna þess að fyrst þá getum við aukið á verðmætasköpunina sem við þurfum til þess að standa undir velferð í landinu, til að endurreisa heilbrigðiskerfið. Ísland á miklu meira en nóg af auðlindum og tækifærum til þess að skapa velferð til þess að rúmlega 300.000 manns sem hér búa.